Check. Ekki. Kyrrmyndu fyrir mér. Nei, það er þetta komið. Nei. Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 14. janúar árið 2025. Settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Fyrsti fundur á nýju ári. Bæjarfulltrúar velkomna aftur til starfa. Á fundinn eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Valgarður L. Jónsson, hér talar forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og varabæjarfulltrúarnir Ragnheiður Helgadóttir sem situr fundinn í fjarveru Þórðar Guðjónssonar og Magni Gretarsson situr fundinn í fjarveru Lífásus Karlsstaðar. Þá situr fundinn Haraldur Benediktsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér að rita fundargerð. Við bara göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2412-143, kaup á hlaupabrettum í Þreksal á Jaðarsbökkum. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 28 við fjárhagsáætlun ársins 2024, fundi sínum þann 12. desember síðastliðinn og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn samtals að fjárhæð 3 milljónir og er færður á deild 06510-4660 og er mætt með tilfærslu fjármagns af launaliðum 06520-1691 og er sem sagt eins og titill málsins ber með sér. Þessum 3 milljónum króna verður varið kaupa á hlaupabrettum í Þreksalnum á Jaðarsbökkum. Orðið er laust þennan fundarleik. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 8 við fjárhagsáætlun ársins 2024 að gjöra svo gefa merki. Samþykktu með 9 atkvæðum. Annar fundarliður, málsnúmer 2406-138, langtíma veikindi starfsmanna eða veikindapottur á árinu 2024. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 29 við fjárhagsáætlun ársins 2024, fundi sínum þann 12. desember, vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn er vegna kostnaðar stofnana Akraneskaupstaðar við afleysingar vegna veikindaforfalla starfsmanna á árinu 2024 vegna tímabilsins 1. júlí til og með 31. desember. Viðaukinn er samtals að fjárhæð krónur 26.387.215 og ráðstöfuninni mætt með óvissum útgjöldum. Deild 20830-1691 þar að fjárhæð krónur 10.280.000 og restinn 16.107.215 mætt með auknum skatttekjum. Deild 00010-0020. Fjármunirnir færðir á tegundalíkinni 1691 á hverri stofnun fyrir sig.
eftir því hvernig kostnaðurinn fellur til á hverju stofnun. Samtals hefur þá verið úthlutað kr. 77.726.842 stofnana Akraneskaupstaðar á árinu 2024 vegna afleysingakostnaðar sem tilkomin vegna langtíma veikinda starfsmanna. Og í bókun sinni lagði bæjarráð áherslu á að greining verði gerð á tengslum veikinda og starfsaðstæðna með það að markmiði að unnt sé að vinna betur í forvörnum sem stuðla geti að bættri velferð mannauðs Akraneskaupstaðar. Orðið laust þennan fundalið. Fulltrúi Sædís Alexía, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og sem á okkur hlýða. Mig langaði bara að koma upp og taka heils hugar undir með því sem að bæjar og bókar undir þessum lið varðandi greiningu á veikindapottinum. En jafnframt kannski velta hérna upp til umræðu líka að við látum þetta raunverulega gerast þegar við séum búin að ræða þetta allt kjörtímabilið. Ég svona þess að velta því fyrir mig hvort við þurfum að móta betur hvað við viljum fá út úr þessari vinnu og þannig að sé alveg skýrt til hvers við erum að ætlast til að við séum að ná kannski þessum kostnaði niður og stuðla betur á forvörnum og heilsu starfsfólks Akraneskaupstaðar. En ég kannski beini fyrirspurnum minni til formanns bæjarráðs hvort að það sé ekki kannski tækifæri til að forma betur hvað við viljum fá út af þessari vinnu og láta þetta raun gerast á ákveðnum tíma núna fyrir part ársins þar sem við viljum að byrja á þessu núna. Það sem þetta hefur verið til umræðu allt þetta kjörtímabil. Takk. Takk fyrir, fulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Og orðið laust. Ég. Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek alveg undir orð bæjarfulltrúar Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttur, eða ekki? Erfitt fyrir mann með nafnablindu og muna öll þessi nöfn. En ég held að það sé alveg klárt að ef við förum í vinnu til þess að skilgreina eða finna út hvað það sem kannski orsakar það að undanfarin ár höfum við verið með óvenju hátt hlutfall í veikindum hjá okkur og við höfum rætt þetta oft. Það þessu kjörtímabili, síðasta kjörtímabili og lengi kannski mátti halda að húsnæði og annað sem að starfsfólki okkar í hafi haft þau áhrif sem að koma fram. Þetta í rauninni vitum við ekki en við erum hugsanlega núna að renna inn í tímabil sem að við erum búin að gera meira og minna upp. Flest þau húsnæði, við erum að vísa stjórnsýsluhús eftir en starfsfólki af því að við teljum komið í ágætis húsnæði. En þannig að ég var búin að hugsa þetta þannig að við þyrftum núna í alvöru að fara að skoða þetta og ég held að það sé alveg rétt að við þurfum að setja og skilgreina hvað það hvernig við viljum byggja upp þetta verkefni. Þetta í rauninni það hár liður hjá okkur og mér skilst að við höfum lagt til
pening akkurat í þessa vinnu á þessu ári, ef ég man rétt, Steinar. Þannig að við keyrum á þetta og fáum gott fólk í þetta fyrir okkur og með okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er fulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls við þessum fundalið. Það er ekki. Þá göngum við til afgreiðslu á málinu. Ég ætla kannski áður en við gerum það að geri ég þá tillögu að bæjarstjórn í sinni bókun hér á þessum fundi taki undir þessa áherslu bæjarráðs að unnin verði þessi greining og legg fram þessa tillögu að bókun. Bæjarstjórn tekur undir áherslu bæjarráðs að unnin verði greining á tengslu veikinda og starfsaðstæðna en það að markmiði að unnt sé að vinna betur í forvörnum sem stuðla geti að bættri velferð mannauðs Akraneskautsstaðar. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að tryggja að unnin verði slík greining. Þarna værum við að taka undir þetta og jafnframt tekið fram að við felum bæjarstjóra að tryggja það að þetta verði unnið en sem að ég tel að sé svona eðlilegasta leiðin. Það er á ábyrgð bæjarstjóra en hann auðvitað síðan útdeilir verkefnum til okkar fólks. Það er einhver sem að vill ræða þessa bókun. Nei, þá bara til að byrja með, þá óskaði eftir því að þeir sem að samþykkja viðauka númer 29 við fjárhagsáætlun ársins 2024 svo að gefa merki. Við samþykktum með 9 atkvæðum og þá í öðru lagi þeir samþykkja þessa bókun, þessa tillögu bókun sem að ég las áðan svo að gefa merki. Það er allir sem samþykkja það, samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundaliður, málsnúmer 2408-042, launaviðaukar, fjárhagsáætlun 2024. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 30 við fjárhagsáætlun ársins 2024 fundi sínum þann 19. desember síðastliðinn. Vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn er tilkominn vegna þeirra kjarasamninga sem samþykktir hafa verið núna í lok árs og felur í sér útgjöld af fjárhæð krónu 64.427.627 og er mætt með auknum skatttekjum af deild 0010-020 sömu fjárhæð og bókast á viðeigandi deildir. Kostnaður Akraneskautsstaðar vegna nýrra kjarasamninga á árinu 2024 er þá samtals orðinn 270.450.548. Orðið er laust þennan fundalið. Það fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúi aðrir sem áhlýða. Forseti fór hér vel yfir málið og benti réttilega á að kostnaður við kjarasamninga árið 2024 er orðinn 270 milljónir. Við vorum með eins og ári áður 200 milljónir í varasjóð til þess að mæta þessu, þannig að það standa 70 milljónir út af. Ári áður þá held ég að fara rétt með það endaði í 365 milljónum, þegar 385. Þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlunina þá komum við inn á þetta, við bara kannski bæjarfulltrúar hafa það bak við eyra og náttúrulega þeir eru meðvitað það að við eigum enn eftir að klára okkar stærstu kjarasamninga. Við erum með 200 milljónir í pottinum þessu ári. Ég held sé nokkuð ljóst að við förum langt yfir það. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Þeir sem vilja taka til máls undir þriðja fundalið.
Svo ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 30 í fjárhagsáætlun ársins 2024 að gera svoleiðis á merki. Samþykktu með 9 atkvæðum. Fjórði fundaliður, málsnúmer 2403-271, fjárhagsáætlun 2024 viðaukar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 19. desember 2024, viðauka númer 31 við fjárhagsáætlun ársins 2024, samtals af fjárhæð krónu 3.594.000. Að ræða tilfærslur af deild 20830, óráðstafað samkvæmt áætlun, af tegundarlyklum 4280, 4660, 4980 og 4995 og þessar tilfærslur hafa ekki áhrif á ekstra niðurstöðu ársins. Orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem vill ræða þennan lið. Þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 31 fjárhagsáætlun ársins 2024 að gera svoleiðis á merki. Samþykkti með 9 atkvæðum. Fimmti fundaliður, málsnúmer 2412-172, tækjakaup í C-álmu Grundarskóla. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 19. desember 2024 tilfærslu fjármuna af launalyklum Grundarskóla samtals af fjárhæð 6 milljónir króna til ráðstöfunar og kaupum og tilteknum búnaði samkvæmt fyrirliggjandi lista. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 32 við fjárhagsáætlun ársins 2024 til samræmis við framangreint samtals af fjárhæð 6 milljónir króna sem færist af launum og yfir á búnaðarkaup. Hefur þar leiðandi ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins. Orðið laust þennan fundalið. Óskar enginn eftir að ræða það, þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 32 að gera svoleiðis á merki. Samþykkti með 9 atkvæðum. Og áður en við förum í 5. fundalið, þá ætla ég að óska eftir því að fyrsti varaforseti taki við stjórn fundarins, og ég ætla að fá að víkja að fundi þar sem að ég er félagi í einu þessara félaga sem að 7. fundaliður fjallar um. Ég ætla að víkja á stóli forseta og bið fyrsta varaforseta að taka við. Er einhver sem gerir athugasemd við það? Forseti víki vegna vanhæfis. Svo ekki. Þannig að 7. liður hefur málsnúmerið 2411-175. Það eru styrkir til lækkunar fasteignagjalda 2024. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 19. desember 2024 að veita styrki í samræmi við reglur Akraneskaupstaðar um styrki til greiðslu fasteignaskatts samkvæmt 2. málsgrein 5. grein laga um tekjustofna sveitarfélaga númer 4/1995 þá til eftirfarandi félaga. Það er Akur Frímúrastúka samtals krónur 1.056.880 krónur. Það er Oddfélög sem þá styrkur samtals 1.132.551 og svo Dreyri sem að fær 310.569 krónur. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 33 við fjárhagsáætlun árs 2024 til samræmis við framangreint samtals af fjárhæð
2,5 milljónir króna sem færast að deild 2830 5946 og á deild 12890 5948 að fjárhæð krónum 2.289.431 og deild 06860 5948 að fjárhæð fjárhæð krónur 310.569 vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Þannig að það þá opið mælendaskrá ef einhver vill og það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Þetta er það sem átíða. Æðin hér 17. málaskrá. Styrki til lækkun fasteignagjalda. Eins og forseti fór yfir, þá er þetta 3 styrkir. Það eru 2 félög og svo dreifi vegna félagsheimilis. Og þannig er málið að Akraness kostar á öll íþróttamannvirki nema þá félagsheimili dreira. Motocross-klúbburinn á náttúrulega brautin og það sjálfur og fleira þannig en ef einskoðum okkur við mannvirki þá er það félagsheimili og þetta er styrkur upp á 310.569 sem dreifir þær. Og hérna vel réttlætanlegt finnst mér en ég held hins vegar að við ættum virkilega að skoða að fella á aðra styrki til félaga eins og Frímúrar, Stúkunar og Oddfjörður. Þetta eru 2,2 milljónir og hérna í mínum huga er bara ekki réttlætanlegt að bærinn sé að ráðstafa sínum fjármunum í svona styrki. Það var hérna einu sinni þannig að hérna stjórnmálafélög og aðrir gátu líka fengið styrki, það var persónulega fellt út. Ég held að ættum að taka næsta skref og fella þetta líka út. Gera það svona minni tillögu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það er enginn sem að það er aftur bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Þetta held ég sé nánast í met hérna. Ég ætla að svara mér. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að benda á, ég klikka þarna aðeins. Við höfum líka verið, þarna inni hefur líka verið Rauði krossinn, reyndar ekki núna, Rauði krossinn var á síðasta ári. Skátarnir, en við höfum hérna, það hefur verið leyst öðru sem tekið það inn í styrki hjá þeim. Og hérna, þannig félög finnst mér mjög réttlætanlegt að við séum að styrkja. Íþróttafélög eins og skátarnir og Rauði krossinn annað en Frímúrar og Oddfjörður eða eitthvað. Já, held ég að vættum virkilega sko. Takk fyrir. Og enn og aftur hefur bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Það er bæjarfulltrúin Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Varaforseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Mig langaði bara að koma hérna upp og vera hjartanlega sammála bæjarfulltrúar Ragnari B. Sæmundssoni varðandi þessa styrki og hérna og bara að öllu leyti. Mér tel svona að þessi félög hafi bara aðra tekið möguleika og heldur en aðrir og bara geri þetta sömulegis að vinna félögum og svo Ragnari B. Sæmundssoni. Við endurskoðum þetta. Takk fyrir. Bara að lengja fyrir, það er ekki búin að
Já, bæjarfulltrúinn Jónína Margrét Sigmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá kemur bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, og fyrir bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég er mörgum sammála því sem hér hefur komið fram, en ég held að við þurfum kannski meiri tíma til að ræða okkur niður á niðurstöðu í þessu máli. Nú eru þessi félög sem að tillagan snýr að, ég veit ekki hvort tillaga hvort þessi tillagan að fella þetta allt saman eða hvort að veita einungis dreira, hvort það komin fram tillaga. Áttum ekki alveg á fella málið akkurat núna. En bæði oddfélög og Grímur náttúrulega skilgreina sig sem mannræktar og góðgerðarfélög og hafa fengið þessa styrki lengi og það er alveg alltaf tækifæri til þess að endurskoða svoleiðis mál, en ég finnst svona kannski gróft að fella þetta niður núna þegar bæjarráðið hefur samþykkt það, en ég er alveg til í að velta þessum möguleikum upp í framtíðinni. Bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Forseti vill taka fram að það er í rauninni, ef ég skil þetta allt rétt, stjórnsýslulega sé búið að veita styrkina. Við erum eingöngu að samþykkja þann viðauka sem að bæjarráð samþykkti og forseti er alveg sammála því að við þurfum þá bara að endurskoða þessar reglur. Ég sé nú ekki að við vísum í neina reglur, heldur vísum við í lög og ég man þá tíð þegar tíðkaðist að pólitísk félög fengu styrki vegna húsnæði sem var þá í þeirra eigu og við tókum fyrir það og ég held að við hljótum að geta fundið einhverja lausn sem að við getum verið sátt við og eins og ég segi, þetta er alveg diskutera hvort að þetta er réttlætanlegt að sveitarfélagið sem slíkt sé að styrkja samtök út í bæ. Þannig að ég held að forseti leggur til að við tökum bara fyrir viðaukann og svo fyrir næsta ár, 2025, áður en að verður veittar heimildir fyrir þessum styrkjum að við tökum það upp hvað það er sem á hverjum sem við viljum hjálpa. Norðurlaust, það er Ragnar B. Samson, gjörðu svo vel. Forseti, það er aðeins á hlýða. Það er sjálfsögðu rétta sem forseti fyrir yfir. Við erum í núna einungis að samþykkja bara viðaukann sem er búið að samþykkja í bæjarráði og þessi félög þrjú sem að fá núna náttúrulega bara að fá styrki út frá gildandi reglum og sækja hann þá bara þegar við auglýsum eftir þeim. Það sem ég er bara að leggja til, sjálfsögðu ekki leggja til núna að við séum að kjósa það hvort að við eigi að fá það eða ekki. Heldur tökum við upp verklega. Þessi félög, saman hvort það sé að Frímúrstúkan, Akur eða Oddfelló, þau sækja bara þegar bærin auglýsir eftir þessum styrkjum sínum tíma, gera það eftir þeim leiðum sem þeim ber og skila eftir gögnum sem þeim ber. Þarna fá sjálfsögðu bara þessa styrki núna, það er búið að samþykkja það. En ég er að leggja til að fyrir næsta ár og tímanlega þá förum við vinnu það að endurskoða þessar reglur og þessum félögum sé þá líka gert að ljóst tímanlega ef það breytingar verða. Ég er að leggja til að það er í stað. En að sjálfsögðu erum við þarna núna bara að samþykkja viðaukann og styrkinir eru þegar búið að samþykkja. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstu tekur til
bæjarfulltrúinn Kristinn Höllu Sveinsson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar á þessu máli. Ég bara þakka fyrir ekki skilninga umræðinu og að sjálfsögðu förum við bara í þetta mál. Því að ég á að tala að þessi styrki hefði einu sinni verið líka veittir til stjórnmálaflokka sem áttu húsnæði og veit ekki hvort þau voru felldir niður leið og Samfylkingin var eini stjórnmálaflokkur á Akranesi sem áttu húsnæði sem var notað til pólitískrar starfsemi. Ég veit það ekki alveg hvort það var saman, en ég man ekki hvað langt síðan að styrki til húsnæðis stjórnmálaflokka voru lagðir af. En það getur þetta pæli í þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn Kristinn Höllu Sveinsson hefur lokið máli sínu. Forseti alveg ljúft og skylt að upplýsa það að þegar hann hóf sinn feril hér í bæjarstjórn þá var þetta eitt af fyrstu málunum sem að hann agnúaðist út í. Það væri verið að styrkja stjórnmálsamtök með þessu móti að veita styrk á móti fasteignagjöldum og ég held að það hafi verið fljótlega upp úr kjörtímabilinu 2010 og 2014 sem að það var í rauninni afnumið. En ég sverða ekki alveg, en svona er þetta í minningunni allavega. Fleiri sem vilja, svo er ekki, þannig að ég ber upp, lesir upp samþykktina. Bæjarstjórn samþykkir viðauka númer 33 sem felur í sér tilfærslu fjármuna að deild 2830 5946 samtals að fjárhæð 2,5 milljónir króna sem færist á deild 05 890 5948 að fjárhæð krónur 2.189.431 og deild 06 860 5948 að fjárhæð krónur 310.569. Þeir sem eru samþykkir viðauka númer 33 gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá skulum við kalla forseta okkar aftur inn og látum hann taka við stjórn fundarins. Þessi 7. mál verður á dagskrá. Ég þakka varaforseta fyrir upplýsinguna og höldum áfram með dagskrá fundarins. Við förum í 7. fundalið, málsnúmer 23 12 219, gjaldskrá frístundadvalar utan lögheimilis sveitarfélags. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 19. desember fyrirliggjandi tillögu skóla- og frístundaráðs breytingu á gjaldskrá 2025 frístundadvalar barna sem ekki eiga lögheimili á Akranesi en gert er ráð fyrir endurskoðun gjaldskrárinnar ár hvert. Og tillagan er í fundagögnum að sjálfsögðu og bæjarráð vísar hér málinu til endanlegrar ákvörðunar í bæjarstjórn. Orðið laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi tillögu breytingu á gjaldskrá 2025 vegna frístundadvalar barna sem ekki eiga lögheimili á Akranesi að gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 8. fundaliður
Málsnúmer 2412-154, hækkun eiginfjárframlags 2024. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 19. desember 2024 hækkun eiginfjárframlags aðalsjóðs til fasteignafélags Akraneskaupstaðar. Vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem að óskar eftir að ræða hann, þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi tillögu hækkun eiginfjárframlags aðalsjóðs til fasteignafélags Akraneskaupstaðar samtals að fjárhæð krónur 2.300.000.000 í árslok 2024. Samþykkja það, gjör svo gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 9. fundaliður, málsnúmer 2312-220, tómstundaframlag vinnuhópur endurskoðun. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 19. desember fyrirliggjandi tillögu skóla- og frístundaráðs fyrirkomulag og fjárhæð tómstundaframlags Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025. Vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Breytingin hefur ekki áhrif á ákvarðaðar fjárheimildir skóla- og frístundasviðs vegna 2025. Mögulegum kostnaðarauka skal mætt innan þeirra. Orðið laust þessa tillögu. Það fulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við langar bara að koma upp undir þessu lið og þakka bara starfsmönnum og öllum þeim sem komu að þessari tómstundaframlagsvinnu bara fyrir og bara góð skýrsla sem kom út úr þeirri vinnu og var farið í greiningu með íþróttafélögum og breytingin náttúrulega svo að nú fá 5 ára börn hálfan styrk og það klárlega til hagsbóta fyrir heimili þar sem börn á þeim aldri eru. Það sem að 82% 5 ára barna eru skráð í íþrótt. Hins vegar er það leitt að sé verið að klípa af hópi 18 ára ungmenna en þar var nýtingin eins góð og ekki nema 30%. En hópurinn lagði til að 18 ára ungmenni fái líkamsræktarkost og aðgangi sund þeim að kostnaðarlausu. Þannig að ég allavega vona að við sjáum hlutfall 18 ára ungmenna hækka með þessum aðgerðum. Þannig að og sömuleiðis innihélt skýrslan upplýsingar íþróttagrunnin sem hefur verið unnið að og ég vonast bara til þess að sú vinna haldi áfram verið tekin aftur upp bara leið við höfum öll gögn því en það er þá möguleiki fyrir börn í fyrsta og öðrum bekk til þess að pröfa alls konar íþróttir og svona það veki bara enn meiri áhuga barna á íþróttum hér. Já, það vildi ég ekki segja þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir og orðið laust. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar sem á okkur hlýða. Byrja á því að þakka bæjarfulltrúi Jónínu Margréti fyrir þessa yfirferð. Eftir svona aðeins lestur á skýrslunni sem liggur hérna inni, þá hefur svona nokkrar spurningar og kannski fyrir að fyrst að maður áttar sig á því líka að svigrúmið til hækkana hjá okkur takmarkað miðað við rekstur kaupstaðarins. Hefði samt sem áður alveg verið gott að sjá
hvers konar væntingar fyrir komandi ár í þróun á síðastastyrknum vinnuhópurinn sá fyrir sér fyrir 26, en það svolítið undirbúin inn í árið. Komandi árs þá fyrir fjórðsvöldari gerð, því að hún var alltaf handað við hópnið. Eins eftir smá rýningu á gögnum sem eru að inni varðandi hækkun á æfingagjöldum. Það held ég að væri líka rosalega gott fyrir okkur að sjá hvernig við erum að koma inn í árið 25. Ég nú sem foreldri hefur svo sem ekki kannski rýnt í hvernig hækkun hjá öllum íþróttafélögum hefur verið núna 25, en sem foreldri á ég börn sem að stunda íþróttir og varðandi minn strák sem er í fótbolta þá 12% hækkun á æfingagjöldum milli ára í fjórðaflokki sem dæmi. Og meðan það við erum að hækka okkar framlag 3,5%. En það kannski vænting að við fórum að staðinn þess að vinnu að við myndum sjá kannski aðeins meiri kraft meðal aðildarfélaga íþróttabandalagsins og svona kannski meiri stýringu frá íþróttabandalaginu í því að aðildarfélögin vinni saman í að svona þess að lágmarka þessa stóru hækkanir sem eiga sér stað þá á æfingagjöldum. Þannig að þetta væri mjög gott fyrir vinnuhópinn að rýna í hvað hækkanir voru eiga sér stað núna áramótin hjá aðildarfélögunum. Og hvernig við svo vinna þessi með þeim líka í að láta tómstundaframlag okkar hækka án þess að við sem langt alltaf eftir hvað æfingagjöldin að hækka mikið. Eins kannski önnur spurning hvort að við vorum með samanburð líka á milli annarra sveitarfélaga sem við erum reglulega að bera okkur saman við. Það eitt sveitarfélag eins og við sem með þrískiptingu. Það sem eftir því sem fleiri börn þá hækkar styrkurinn. Ef við eitthvað skoða hvort við getum haft styrki með eitt barn hærra og haft bara sama gjald. Það sem þá kannski taka aðeins meiri hækkun núna reiknuðu þetta eitthvað aðeins út. Nú er ég bara aðeins að hugsa upp á, hvort að það hefur verið kannski praktískt líka mjög gott, en myndi visslega kannski bitna á heimilum sem eru með 2 eða 3 eða fleiri börn. Þannig að ég svona kannski hafði væntingar þetta, en svo hjó ég aðeins eftir með að þetta hafi verið í biðstöðu frá því í júní 24 á verkefninu íþróttagrunnur. Er einhver ástæða fyrir því að þetta sem hún er í biðstöðu og þegar hafi ekki enn fengið svar út af þessu verkefni. Þetta döðbili, en svona nokkur spurningar sem vöknuðu hjá mér. Takk fyrir, fulltrúi Sigga Sigmundsdóttir fyrir sem óskast að taka til máls. Það fulltrúi Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem hlusta. Bara þakka Sædísi Alexíu Sigmundsdóttur bæjarfulltrúa fyrir spurningarnar og ég ætla bara að fá að taka þetta saman þessar spurningar og koma með þær. En varðandi biðstöðuna á íþróttagrunninum þá held ég að það sé bara vanti einhver gögn frá KPMG sem að íþróttabandalagið bíður eftir. Þetta er svo illa að skrifa hjá mér spurningar, ég man ekki alveg. Já, og það varðandi æfingagjöldin og hækkun á tómstundaframlaginu, það er náttúrulega þetta er bara gömul saga ný. Það er einhvern veginn alls staðar þegar að tómstundaframlagið hækkar að þá fara íþróttafélögin í hækkun, en mismikið þó. En ég hef líka oft veltið fyrir mig hvort það sé ekki að fara bara í gagngera vinnu með íþróttafélögum til þess að sporna við þessu. Við getum ekki verið í bara einhvers konar samhverfu með þetta. En þetta er náttúrulega bara, held ég að sé bara mikið af fagfólki í íþróttafélögum sem að þjálfa börnin okkar og það náttúrulega viljum við líka fyrst og fremst að börnin okkar séu örugg á æfingum. En ég er með spurningarnar að skrifa niður og ætla bara að fá að gefa mér smá tíma til að geta svara þeim almennilega og það hafa þær allar hér á taktinum. Býttu nú við, það var eitthvað annað. Já, það var æfingagjöldin. Já, og hvaða hækkanir, eftir þá að spyrja hvaða hækkanir á nýtingu á tómstundaframlaginu fyrir þetta ár.
það svolítið erfitt að segja til það svo sem, en það hefur verið hvað yfir 70% nýting ef ég man það rétt á tómstundaframlaginu í fyrra. Þannig að við svona erum að vinna með eitthvað sambærilegt. Það var þetta inn í skýrslunni, örugglega. En ég get alveg ekki svarað þessu betur hérna á svo stöddu. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Þeir koma að fullra taka til máls. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Forseti bæjarfulltrúar aðeins okkur hlýða. Þakka bæjarfulltrúi Jónu Margréti fyrir svör. Ég reyndar kannski bara að leiðrétta, ég var ekki að spyrja nýtinguna, þetta bara að taka inn í þetta skjal, greina hvernig hækkun æfingargjöldum 25 hefur verið. Aðeins að skoða það, af því að maður sér sjálfur sem foreldri, sér maður hvernig hækkunin bara hjá sínu eigin barni, sem náttúrulega töluvert hærra heldur en kannski við erum að hækka tómstundaframlagið. Það sé sagt, ég ekki að efast það að vitum það að félögin eru sinna faglegu starfi og launakostnaður hefur hækkað og allt slíkt, þannig að það alveg góður skýrar ástæður fyrir svona hækkunum. En það væri samt mjög gott að sjá svona samfellt átaka eins meðan félagana í svona hækkunum ár hvert. Þannig að það sé ekki hækka mjög mikið hér og annars það ekki neitt og svo erum við ekki að haldast einhvern veginn í takt með tómstundaframlag. Það er náttúrulega ekki ný umræða, við erum búin að vera í þessari umræðu mjög oft hækkun tómstundaframlagsins. Það er kannski 20 viðbót, þið voru líka með 3,5% hækkunina í tillögunni. Það er kannski fínt að ámynda heilum og hálfum tug, ekki hafa þetta í aurum og krónum. Hún bara að hugsa upp á það, myndi líka alveg hjálpa svona aðeins í að sýna hvernig hækkunin er eiga sér stað. Annað sem kannski mér þótti svona aðeins athugavert og mögulegt hvort eiga að vera einhver undantekning frá þessari reglu varðandi 18 ára ungmenni hjá okkur. Að ef ég er að æfa annars staðar, í annarri æfingu, í annarri rækt á öðrum stað, þegar við erum með aðrar líkamsræktarstöðvar á Akranesi, þetta er bara það sem við rekum í Ásbökkum, á ég þó ekki rétt á að fá styrki. Ætlum við að skerða þetta einhvern veginn þannig að við erum komin í einhvern veginn þannig samkeppni í okkar eigin rekstri á Ásbökkum í Íþróttafélaginu að þú færð þá ekki styrkin eða þú ert að æfa hjá CrossFit eða í Ultraform eða einhverju öðru slíku. Þetta er líka alveg vangaveltan sem kemur mér að við séum einhvern veginn komið þarna einhverjum samkeppnina að gefa fríkort og í sund. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum líka að rýna betur í. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það var eitthvað vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðeins mál fyrir það. Það fyrir bara mjög góð umræða. Það er rétt eins og bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á að þarna svigrúmið til þess að hækka er kannski ekki mikið núna. Ég held að við þurfum samt sem áður að kannski bara halda þessari vinnu svolítið áfram. Nálgast íþróttahreyfinguna þannig að þarna okkar hækkun sé í einhverju samræmi við kannski hækkun launavísitölu. Eins og bæjarfulltrúin kom inn á þá bent hún á þarna allavega einn flokk þar sem æfingagjöldin er hækkun 12% á milli ára en launavísitölun er hækkun 5,9%. Okkar hækkun nær ekki upp í hækkun á launavísitölu, samt sem áður er hækkun íþróttafélagsins tvisvar launavísitölu. Og ég veit ekki svona allan í fljótu bragði í þessum félögum, þá er þetta náttúrulega fyrst og fremst launakostnaður sem er að hækka milli ára hér. Ég held við þurfum svolítið að nálgast félögin þannig að við séum ekki í einhverju kengúruhoppi alltaf, laun hækki, við hækkum. Það er eðlilegt að félögin hækki milli ára, laun hækka á annað, en þetta þar samt sem áður þurfum við að ná einhverjum balansana. Þetta sé svona, við segjum ekki 12% hækkun en launavísitöluna hækkun 5,9. Það er hins vegar þannig að það eru alls ekkert öll félögin hækka mjög mikið. Það eru mörg félög og sérlega kannski oft er það minni félög. Ég veit ekki hvort það komið til bara vegna þess að það er bara minni yfirbygging og þannig. En ég veit allavega nokkur félög sem hafa ekki hækkað mikið milli ára. Og á síðasta kjörtímabili þá gerði líka úttekt svolítið á þessu þróun þessara mála.
þar kom það alveg skýrt fram að það var mjög misjafnt á milli félaga hversu miklu hækkanir voru á milli ára. Þannig að ég vil bara hvetja skólafríðstjóra til að halda þessu samtali áfram í þetta. Mjög góðar ábendingar sem bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á. Við þurfum að skoða það. En við þurfum að halda áfram þessu samtali og við náum einhverju jafnvægi í þetta. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir. Forseti og bæjarfulltrúar og allir aðrir sem eru með okkur að hlusta. Ég þakka sömuleiðis fyrir mjög góðar ábendingar og punktar og sjálfsögðu höldum við áfram að vinna með íþróttahreyfingunni í þessu og væri náttúrulega bara gott að bara halda áfram í góða samstarfi sem við eigum í þau. Varðandi ákvörðun tómstundaframlag til 18 ára, þá held ég að þessi ákvörðun er tekin náttúrulega bara út frá nýtingunni hjá þeim. Þetta er 30% nýting af 18 ára ungmennum hér á Akranesi og 18 ára ungmenni geta nýtt frístundastyrki sinni eða tómstundaframlagið á aðrar stöðvar eða í bara öllu starfi sem hægt að sækja. En nýtingin er samt ekki meiri en þetta. En að sjálfsögðu má alveg halda þessum bolta bara áfram á lofti og skoða þetta í framhaldi. Ég held að þessi vinna sé ekkert búin. Svo við leggjum þessa tillögu fram núna. Já, það er það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir. Þeir sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla líka að þakka þessar umræður. Ég held að þetta sé málefni sem við þurfum að ræða áfram. Þetta hefur verið undanfarin ár og kjörtímabil alltaf diskussjón frístundastyrkinn. Og einhverju hluta vegna hefur alltaf verið að þegar við hreyfum við honum og hækkun, þá er það mjög sýnilegt í æfingagjöldum hjá flestum íþróttafélögum okkar því miður. Það er mikill metnaður hjá fólkinu okkar sem er að reka þessi íþróttafélög og vilja leggja mikið í og þetta kostar þá að sjálfsögðu peninga bæta í og það er alltaf þrýstingur á sveitarfélagið að skaffa meiri pening, betri aðstæður fyrir okkar fólk og værum við sennilega til í það ef við hefðum þá peninga sem til þarf en því miður þá höfum við ekki alla heimsins peningana. Þannig að það er líka spurningi að við erum að reyna að haga rekstrinum eftir þeim fjármunum sem við höfum og það er þá spurningin að íþróttahreyfingin gerir það líka. Það er ekki sjálfgefið að við getum bætt í fyrir þá og hækkað frístundastyrkinn og þar með getur þeir náði meiri pening þá leiðina. Þannig að þetta verður ekki það auðveldasta. Ég hef sagt það held ég hér áður að þó að það sé mikill metnaður að þá er kannski, ég held ég hafi sagt einhvern hér að
krakkar í 4. og 5. flokk sem æfa nánast upp á hvern einasta dag vikunnar að það virkilega það sem að það. Mér finnst svona íþróttahreyfinginni aðeins að líta í eigin barm og vita reka sig bara með þessu við þau fjárráð sem að í boði. Það varðar þessa skipting og breytingu sem við erum að gera á frístundastyrknum, þá held ég að það sé leið sem að má skoða hvort að þetta er sanngjarnt eða hvað maður á að segja. Við erum í rauninni að færa til fjármuni frá eldri unglingunum eða börnunum til þeirra yngri og við getum í rauninni ekki á sama tíma kannski farið að styrkja þau til líkamsræktar í öðrum sölum heldur en þá okkar þar sem að við í rauninni rekum það en við erum í rauninni að minnka þá upphæð sem að þá unglingarnir hafa til þess að æfa annars staðar. Þannig að við getum ekki bætt í. Þannig að þau geti æft þar í staðinn fyrir í okkar aðstöðu. Við verðum bara að fá að sjá hvernig þetta tekst til. Ég er spenntur að sjá hvernig nýtingin kemur út. Hún hefur verið frekar léleg finnst manni hjá unglingum sem að kannski ættu að vera markmið hjá okkur líka sem koma þeim betur í æfingu og hreyfingu. Það kallast margt á í þessu. En við erum allavega á þessari leið og að sjálfsögðu munum við diskutera frístundastyrkinn inn í næsta ár eins og við höfum gert og tökum kannski samtali einu sinni enn við íþróttahreyfinguna hvernig við getum látið þetta nýtast þannig að þetta sé þá börnunum til góða að þau geti stundað æfingar og þetta verði ekki meira og meira íþyngjandi fyrir foreldrana því að þú hækkar gjöldin 10% eins og hefur komið hérna fram og við hækkum styrkinn 3,5 og allir kostnaður hefur að vísu hækkað eitthvað þarna á milli. En mér finnst eins og í minningunni að þetta sé aldrei undir 10% hækkun hjá félögunum. Það er eitthvað sem við þurfum að ræða við þau. Takk. Takk fyrir. Það er fulltrúi Einar Brandsson og mestur á mannafræði. Það er fulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Ég og getur bara fulltrúi á þessum okkur hlýðan. Ég þakka góðar umræður. Og mín svona mitt sjónarhorn er á þessi færslu á aldrinum. Ég finnst það kannski ekki alveg sniðugt. Finnst þið vera kannski að refsa þeim sem að þó mæta sem eru 18 ára og eru í íþróttastarfi. Og þá finnst mér kannski ekki það sniðugast að taka það alveg af fyrir þá, skiljið. Tvöfaldarefsingu, það er ekki, mér finnst það ekki vera það sem við eigum að gera til þess að halda fólki í íþróttum. Ef að það er svo hópur sem við viljum ná í meiri hreyfingu og meiri virkni. Ég mun sitja hjá. Fyrir fulltrúi Kristinn Atli Sveinsson.
sem óska eftir að taka til máls? Og ekki. Þá legg ég til að bókun bæjarstjórnar verði með, ef að tillagan verður samþykkt, þá legg ég til að bókun verði með þessum hætti. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu um fyrirkomulag og fjárhæð tómstundaframlags Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025. Ákvörðunin hefur ekki áhrif á ákvarðaðar fjárheimildir skóla- og frístundasviðs vegna ársins 2025. Eins og fram hefur komið í umræðunni, þá þetta tilfærsla en ekki kostnaðarauki. Þá bið ég þá sem samþykkja þessa tillögu um fyrirkomulag og fjárhæð tómstundaframlags árinu 2025 að gera svo gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum, einhver á móti. Og ekki. 7 sem samþykkja, 2 bæjarfulltrúar sitja hjá. Við förum í 10. fundaleið. Við höfum málsnúmer 25/0150. Höfðið í hjúkrunar- og dvalarheimili lánssamningur 2025. Það er að ræða tillögu ábyrgð Akraneskaupstaðar til tryggingagreiðslu óverðtryggðs láns höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis sem að tekið hjá Íslandsbanka hf á fjárhæð allt að 490 milljónir króna í samræmi við fyrirliggjandi skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og bæjarstjórn hefur kynnt sér. Tillagan er sú að Akraneskaupstaður tækist á hendur einfalda ábyrgð grundvelli heimildar í 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og í réttu hlutfalli miðað við eignarhlut kaupstaðarins í hjúkrunarheimilinu sem 90% eignarhlutar. Ábyrgðin nær til greiðslu höfuðstóls og vaxta samkvæmt samningnum, auk dráttarvaxta og alls kostnaðar hverju nafni sem nefnist, þar með talið innheimtu kostnaðar. Samþykki bæjarstjórnar nær þó jafnframt til heimildar til handa Haraldi Benediktssyni bæjarstjóra. Hann hafi fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd bæjarins að undirrita fyrirliggjandi lánasamning sem og að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast þessari lántöku, þar með talið beiðni útborgun láns. Orðið laust þessa tillögu. Það fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, samkvæmt 16. grein bæjarmálasamþykktarinnar þá telst ég vanhæfur í þessu máli, þannig að ég mun víkja af fundi meðan þetta er rætt. Gerir einhver bæjarfulltrúi athugasemd við það að bæjarfulltrúi Einar Brandsson víki af fundi? Svo er ekki. Þá tökum við þetta mál til umræðu og orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja umrædda tillögu einfalda ábyrgð Akraneskaupstaðar og fyrrgreindu lánasamningi vegna hjúkrunar- og dvalarheimilis Höfða að gera svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum og svo bætist við hérna bókun sem að hljóðar svo: Bæjarstjórn samþykkir einnig fyrirliggjandi samkomulag eignaraðila Höfða varðandi fjármögnun framkvæmda við endurbætur húsnæðisins sem bera vinnuheitin endurnýjun í 1. áfanga og endurnýjun þak- og útveggjaklæðninga og felur bæjarstjóra að undirrita samkomulagi fyrir hönd Akraneskaupstaðar. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svo vel að gefa merki.
Það er samþykkt einnig með 8 atkvæðum. Þar með er málið afgreitt og við getum boðið fulltrúa Einari Brandssyni sæti á fundinum á nýju. Við höldum áfram dagskrá, förum í 11. fundalið. 11. fundaliður hefur málsnúmer 24.01.002, fundargerðir bæjarráðs á árinu 2024. Lagðar eru fram 2 fundargerðir, 3582. Sá fundur fór fram þann 12. desember síðastliðinn og 3583 frá fundi sem fram fór 19. desember. Og orðið er laust þessar 2 fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls með teljast þessar fundargerðir framlagðar. 12. fundaliður, málsnúmer 24.01.003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2024. Það er fram 237. fundargerð og fundir sem fram fór 17. desember síðastliðinn. Það er lausn þessa fundargerð. Það er fulltrúi Kristján Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, það er sem ég ekki það. Á opnum fundi þarna sem desember var bara 1 mál fyrir, það var sem sagt bara skammtímadvöl. Það var þannig að samráðsvettvangur stjórnenda velferðarþjónustu á Vesturlandi hefur lagt til að það er mikill vilji til þess að sveitarfélögin leggi í það vinnu að kanna möguleika á opnum skammtímadvalar á Vesturlandi. Við samþykktum það að taka þátt í þeirri könnun og úttekt. Ég er ennþá þeirra skoðunar að við þurfum að hafa skammtímadvöl á Akranesi. Hvernig sem þetta fer og vonandi verður það tekin ákvörðun það að skammtímadvölin ef af þessu verði hér á Akranesi. Skoðum að við erum stærsta sveitarfélagið með besta þjónustu við höfum. Það er mikilvægt að þessu kynning verði hér. En það er þá var lagt til að það fengist utanaðkomandi aðili í að á allir kostnað og skoða rekstrarform hér á öllu Vesturlandi og ég held að flest sveitarfélögin séu núna að samþykkja allavega liggur þetta fyrir hjá þeim svipaðar svipuð erindi. Fyrir Kristján Hallur Sveinsson, fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Fundargerðin þar með verið lögð fram og við förum í 13. fundalið eða reyndar ætla ég að gera þá tillögu að við tökum eina umræðu 13. og 14. fundalið sem í báðu fundarliðum að ræða fundargerð í skóla- og frístundaráðs. Það eru bara á sitthvoru árinu með sitthvoru fundarliðum. Einhver sem gerir athugasemd við það? Engin athugasemd við það, þá förum við 13. fundarliður hefur sem sagt málsnúmer 24.01.004, fundargerð í skóla- og frístundaráðs á árinu 2024. Það er lögð fram fundargerð síðasta fundar ásins á árinu 2024, fundur nr. 252 fór fram 18. desember. Og 14. fundarliður, málsnúmer 25.01.004, er það fundargerð í skóla- og frístundaráðs á árinu 2025.
Það er 253. fundur sem framfór þann 8. janúar síðastliðinn. Það er lausnin þessar 2 fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem óskar eftir að ræða þær, þar með teljast þær framlagðar. 15. fundarliður, málsnúmer 24.01.005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs, árið 2024. Það er fram fundargerð 316. fundar ráðsins sem framfór þann 16. desember síðastliðinn. Það er lausnin þessa fundargerð. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er aðra sem aflífa. Mér langar að koma inn upp undir mál númer 3. Orkuveitan beiðni borunarleyfi vegna hitastigsborana í landi Akraneskaupstaðar. Mér langar bara að fagna því að Orkuveita Reykjavíkur sé að leita hér að vatni. Það sé einhverjar vísbendingar hita. Þeir eru að sækja að fá að skoða staðið við Jaðarsbraut, Faxabraut og í Höfðasersholti. Það er bara mjög ánægilegt fyrir okkur ef það fyndist vatn á þessu stöðum. Bara koma upp og fagna þessu og benda þetta mál. Takk hérlega. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Og ég tek undir þetta. Það er við vitum að það er hiti, en spurningin er hvort að það er vatn. Vonandi gefa þessar boranir góða raun og að við sem búum hér við endan á lengstu heitavatnslögn í heimi og kannski eitthvað að vatni upp úr jörðinni hjá okkur sjálf. Fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð? Svo er ekki, þar telst hún framlögð. Við erum í 16. fundarlið, málsnúmer 24.01.024, fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2024 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir stjórnar Faxaflóahafnar með 249, framfór 22. nóvember síðastliðinn og 250 framfór þann 20. desember síðastliðinn. Það er lausnin þessar 2 fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er aðra sem áhlýða. Við ræðum hér fundargerðir Faxaflóahafna. Mig langar að koma inn á fundargerð númer 249. Kannski mál númer 4, fyrirgeði. Fjárhagsuppgjör, fyrstu 9 mánaða. Mér leyfi, svolítið langar mér að lesa þessi inngangi. Jón Garðar Jörundsson, sviðsstjóri viðskipta og Ragnheiður Ragnarsdóttir, deildarstjóri fjármála, koma á fundinn undir þessum lið. Kynntu 9 mánaða uppgjör Faxaflóahafna og svöruðu spurningar fundarmanna. Mér langar kannski bara fyrst að benda á mér finnst þetta að vera bara svolítið skrýtin bókun. Mér er furðulegt að það sé ekki plús í mínustælaðana. Mér langar kannski bara að beina spurningu til okkar manns í stjórninni, bæði fulltrúar Guðmundar Ingþórs, bara fyrstu 9 mánuðir. Gott eða slæmt. Ekki bara fara aðeins yfir þetta, hvernig þetta lítur út fyrir okkur. Og svo kannski í framhaldinu að passa upp á að menn allan að setja inn einhverja tölu, þannig að þetta segir eitthvað. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er laust. Að nýju fundargerðir Faxaflóahafna. Það er fulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðna hlýða. Já, við fórum þarna yfir fyrstu 9 mánuðina og
Það staðan bara mjög góð eins og við svo sem byggust við og töluvert betri en áætlað var. Þannig en þetta gefur smá skakka mynd kannski að þetta náttúrulega bara þessi 9 mánuðir en þetta lítur mjög vel út og þarna 1,4 milljarðar í miðað við áætlun gerði ráð fyrir 807 milljónir. Þetta á margt eftir að koma inn þarna en þetta allavega lítur rekstrarárið lítur mjög vel út hjá Faxaflóanum og þetta eru svo sem margir þættir sem spila þar inn í en jafnframt hefur verið að breyta nú síðasta árið hvernig eru settir inn allir liðir og hvernig uppgjörinu er háttað varðandi búið að skipta sig yfir á deildir og tekið nýtt kerfi í gagnið hjá Faxaflóahöfnum sem að Jón Garðar sá innleiða en hann hins vegar farinn á brott frá Faxaflóahöfnum, farinn að vinna fyrir annað fyrirtæki og Þór Halldórsson ráðinn og heldur því góða starfi áfram. En staðan er mjög góð hjá Faxaflóahöfnum eins og verið hefur og vonandi heldur bara þannig. Takk fyrir, fulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þetta fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Svo ekki. Teljast fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna farnir framlagðar. 17. fundarliður, málsnúmer 24/025. Fundargerðir árinu 2024 frá Heilbrigðisnefnd Vesturlands og lögðir fram 193. fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 16. desember síðastliðnum. Orðið laust og það bæjarfulltrúi Kristín Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Okkur er bæjarfulltrúar, forstjóri og öðru sem okkur liða. Ég tel að það sé kannski athyglisvert, það er að vekja athygli á því að þarna sendum við frá okkur í lið 6 tillögu að þessum drög að nýtt samfellt gæludýrahald á Vesturlandi og Kjósarhreppi. Gerum bara ráð fyrir því að nefndir eða stofnanir innan bæjarins taki þær til skoðunar og sem sagt tilkynningar og við fáum þá hugsanlega athugasemdir tilbaka til heilbrigðisnefndar það hvort að þessi drög eru ásættanleg eða ekki. Sem sagt áður en þau verða þá samþykkt. Það er svona mín að koma aftur inn til heilbrigðisnefndar þegar sveitarfélögin hafa gert þær athugasemdir eða sem sagt við getum tekið málið eftir sameiginlega fyrir alla en við gerum alveg ráð fyrir að fá athugasemdir frá sveitarfélögum. Takk fyrir, Kristín Hallur Sveinsson. Og orðið laust fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands. Ekki fleiri sem óska eftir að ræða hana. Helst hún þar með framlögð. 18. fundarliður, málsnúmer 24/023. Fundargerðir og fleira á Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili árinu 2024. Lögð fram 100. og 50. fundargerð stjórnar Höfða frá 2. desember 2024 ásamt fylgigögnum. Og orðið laust þetta fundargerð stjórnar Höfða. Einar Brandsson, gjörðu svo vel.
forseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins að koma hérna upp. Ég ætla í sjálfu sér ekki að fara yfir neina atriði í sjálfri fundargerðinni. Ég ætla bara að upplýsa þannig að það sé öruggt að allir aðilar í bæjarstjórn séu upplýstir það að framkvæmdastjóri Kjartan Kjartansson hefur sagt starfi sínu lausu og hann mun láta af störfum samkvæmt ráðningarsamningi sem sagt þá í enda apríl. Þannig að frá með 1. mars þyrftum við að vera komin með nýjan framkvæmdastjóra. Það er svo sem ekkert á vísan að róa með það en til þess að tryggja það að við fáum svona kannski einhverja samfellu með núverandi og þá væntanlegum framkvæmdastjóra að þá hefur Kjartan samþykkt það að vera til þessar ástöðunar eitthvað allavega eitthvað inn í apríl. Þannig að við ákváðum í stjórninni að drífa þetta bara af og auglýsa og taka þetta bara að okkur sjálf, þessa ráðningu. Við erum með gott fólk á kantinum sem ætlar að aðstoða okkur hér innanhúss og við erum búin að auglýsa. Það er að vísu ekkert fara að hrúgast neitt inn af umsóknum en við væntum þess að það líti einhverju þetta starf auga því að ég held að þetta sé ágætis starf fyrir réttan aðila. Þetta er kannski ekki alveg svona venjulegt framkvæmdastjórastarf því þetta er svona eiginlega allt múlík maður líka. Það þarf eiginlega mjög fjölhæfan einstakling og við vorum að tala hvað á stjórnarfundi svona sirka hvaða hæfileikan þetta hafa og það var vísa ekki 5 háskólagráður en það voru minnstakosti svona 5 starfsvið sem að hann þarf að hafa þekkingu á og reynslu helst sem vel færir því að þetta er einn nánast á skrifstofunni og við höfum ekki efni á fleiri þannig að við bara væntum þess að rétti einstaklingurinn sækja eitthvað til upplýsinga þá er þetta í gangi. Takk. Takk fyrir, fulltrúi Einar Franzson. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Höfða. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og þar með sérst fundargerðin framlögð. 19. fundarliður, málsnúmer 24/027, fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur árinu 2024 og lögðu fram 358. fundargerð stjórnar Orkuveitunnar frá 25. nóvember síðastliðnum. Og áður en ég gef orðið laust þá langar mig aðeins að fylgja þessari fundargerð eftir. Ég brást við athugasemd bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar við fundargerð Faxaflóahafna áðan og kíkti á þessa og hún er undir sömu sök seld að þarna er verið að samþykkja 9 mánaða uppgjör Orkuveitunnar en engar tölur koma fram í fundargerðinni. Þannig að ég ætla bara að fá að upplýsa hér svona helstu niðurstöður rekstrarreiknings 9 mánaða árinu 2024 fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Rekstrartekjur á þessum 9 mánuðum námu 48.277 milljónum sem að er
11,4% aukning á tekjum frá sama tímabili á árinu á undan. Fyrstu 9 mánuðum ársins 2023. Og einnig vel fyrir ofan samþykkta spá. En samþykkt fjárhagsspá ársins 2024 gerði ráð fyrir rekstrartekjum á fyrstu 9 mánuðunum upp á tæpa 46 milljarða. Rekstrargjöld eru 20,5 milljarðar sem er 2,8 milljörðum meira en á sama tímabili árið áður. 15,9% aukning á rekstrargjöldum en mun minni aukning á gjöldum heldur en samþykkt spá gerði ráð fyrir. En samkvæmt fjárhagsspá var gert ráð fyrir rekstrargjöldum upp á 21,3 milljarða. Þau eru 20,5. EBITDA framlegð 27,7 milljarðar sem 8,4% betur heldur en á sama tíma í fyrra. Sem alveg verulega vel gert og góð merki í rekstri Orkuveitunnar þar. Samtals afkomu tölur þannig að rekstrarafkoman á fyrstu 9 mánuðunum árið 2024 upp á rúma 5 milljarða í pluss. Á sama tíma í fyrra, árið áður, fyrir 9 mánuði 2023, var þessi tala 3,5. Rekstrarafkoman hefur þannig batnað 42,6%. Það alveg verulega gott. Samþykkt spá gerði ráð fyrir milljarði minna í jákvæða rekstrarafkomu. 9 mánaða uppgjör Orkuveitunnar árið 2024 lítur alveg virkilega vel út. Mér langar líka til þess að koma inn á 14. lið í fundargerðinni sem önnur mál. Og vekja athygli þar á 2 bókunum. Annars vegar það stjórnarmaður Skúli Helgason sem óskaði bókað eftirfarandi. Lagt til að stjórn beinir því til forstjóra að hann óski eftir því við framkvæmdastjóra ON og/eða ON Power að greint verði hvaða áhrif það hefði á afkomu fyrirtækisins, þar með samstæðu Orkuveitunnar ef orka sem nú bundin í samningum við Norðurál og aðra stórnotendur yrði öll seld á markaðsverði. Jafnframt verði rýnt hvernig væri eðlilegt að standa að útboði á þeirri orku sem losnar ef ekki yrðu framlengdir samningar við umrædda aðila. Það verði í minnisblaðinu lagt mat á það að hve miklu leyti þeir aðilar sem hafa lýst sig áhugasamir að kaupa hluta af umræddri orku falla að áherslum félagsins við sjálfbærni og markmið stjórnvalda í loftslagsmálum. Þá verði upplýst áhrif áforma viðkomandi aðila á atvinnusköpun og fjölda starfa. Lagt til að hafin verði undirbúningur vinnu við skilgreiningu matsþátta eða mælikvarða sem verði lagðir til grundvallar við mat á kauptilboðum sem byggt verði á markmiðum á borð við sjálfbærni, fylgni við loftslagsmarkmið og atvinnusköpun. Þessi bókun kemur auðvitað til að því að ON og Norðurál hafa verið í samningaviðræðum raforkukaup Norðuráls og þær viðræður hafa það hefur verið misjafn gangur í þeim. Það hefur þó gerst eftir að þessi bókun var lögð þarna fram í stjórn Orkuveitunnar að fólk situr við samningaborðið og að tala saman. Það veit vonandi á gott. Ég lýsti yfir ánægju minni með þessa bókun á þessum fundi og studdi þessa tillögu stjórnarmannsins
sérstaklega út frá þessum punktum atvinnusköpun og fjölda starfa. Að það væri alltaf uppi á borðinu að það væri að minnstakosti farið vel yfir það áður en að ON eða ON Power færi að taka ákvörðun það að selja raforku til annars aðila heldur en Norðuráls. Kæmi sú staða einhvern tímann upp, sem vonandi verður aldrei. Kæmi sú staða einhvern tímann upp, þá verði upplýst áhrif áforma viðkomandi aðila á atvinnusköpun og fjölda starfa. Þetta auðvitað bara grundvallaratriði fyrir okkur hér norðan Hvalfjarðar að við höldum í þessi störf og að orkan sem að núna skapa þau störf sem eru til staðar inn á Grundartanga fari ekki eitthvað annað þar sem að engin störf verði til eða færri störf eða minna verðmætt. Þarna að minnstakosti lagt til að það sé ekki bara stokkið til og orkan seld hæstbjóðanda, þetta sé horft til fleiri þátta heldur en eingöngu verðsins, það sé horft til sjálfbærnimála, markmiða í loftslagsmálum, atvinnusköpunar og fjölda starfa. Seinni bókunin var þar óskaði ég eftir uppfærðu núvirðismati á kostnaði við snjallmælavæðingu sem og viðskiptaáætlun verkefnisins í heild með yfirliti yfir áætlaðan kostnað og tekjur og sérstaklega til að svara kannski þessari spurningu hvort að hækkun og gjaldskrá til viðskiptavina væri innbyggð í áætlunina. Segja hvort að ætlunin sé að fjármagna snjallmælavæðinguna með því að hækka gjaldskrá til viðskiptavina. Og ég búinn að fá svar við þessari fyrirspurn og í stuttu máli sagt að þá það svar þannig að það sé ekki planið. Sjá, nú þarf ég að finna þetta. Þannig er þetta. Fékk sem sagt minnisblað með núvirtum tölum sem að upphafleg viðskiptaáætlun uppfærð miðað við gengi og vísitölu í nóvember 2024. 60% verkefnisins lokið. Hefur ýmislegt gerst svo sem hefur tafið verkefnið. Svo bara COVID með tilheyrandi áhrifum á aðfangakeðjur hafði áhrif á tímaáætlanir og kostnaði í verkefninu. En mælaskipti hófust sem sagt árið 2022, munu standa fram á mitt ár 2026 og það búið að sem sagt skipta það fyrir 60% mælana. Það búið að leggja út það fyrir 57% af kostnaðinum og fjárfestingunni stefnir í að heildarkostnaður verkefnisins verði 6.425 milljónir samanborið við uppfærða áætlun upp á 7.744 milljónir. Sem jafngildir það 83% af uppfærðri kostnaðaráætlun. Það stefnir í að verkið muni kosta minna heldur en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir, eða uppfærðar áætlanir gerðu ráð fyrir. Það stefnir einnig í að rekstrarkostnaðurinn verði lægri. Það sé að endurmetinn rekstrarkostnaður í 317 milljónir króna á ári sem 85% af áætluðum rekstrarkostnaði. Áhrif á gjaldskrár eru þær til að vinna upp halla verkefnisins hingað til, þar sé að neikvætt sjóðstreymi 105 milljónir króna. Til að vinna upp þennan halla þá þurfi gjaldskrár Veitna
að hækka 7,6 milljónir króna á ári sem er gjaldskrárhækkun 0,03%. Það sem betur fer ekki meira en það sem að þetta verkefni mun hafa áhrif á gjaldskrár til viðskiptavina. Vona að þetta sé svona bæjarfulltrúum til upplýsingar og þeim sem á hlýða. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur. Það enginn sem að kveður sér hljóðs. Þar með eru þær framlagðar. Eða hún, þessi eina. 20. fundarliður, málsnúmer 24.01.028. Þetta fundargerðir frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga á árinu 2024. Lögð fram 959. fundargerð stjórnar sambandsins frá 29. nóvember síðastliðinn. Þið lestum þessa fundargerð. Óskar enginn eftir að ræða hana. Þess þá framlögð 21. fundarliður, málsnúmer 24.01.026. Fundargerðir SSV á árinu 2024. Lögðu fram 185. fundargerð stjórnar SSV frá 27. nóvember síðastliðinn. Þið lestum þessa fundargerð stjórnar SSV. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún þar með framlögð. Fleira ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður á fundinum. Segi þessu fundi slitið.